Rannsóknin snýst síðbúnar afleiðingar eftir krabbameinsmeðferð hjá börnum. Við erum að skoða brjóstakrabbameinsgen sem að styðja við þá framgang brjóstaæxla. Kanna hlutverk prótínsins peroxidasin, PXDN, í eðlilegum og illkynja brjóstkirtli. Þvagvega krabbamein og það sem við ætlum að skoða er fyrst og fremst faraldsfræði sjúkdómsins, hvernig greiningu hefur verið háttað, meðferð sömuleiðis og hvernig afdrif sjúklinga hefur verið. Við erum að rannsaka æxli sem heitir Waldenström-sjúkdómur og við erum að skoða hvernig prótín sem að stjórna genatjáningu hafa áhrif á það hvernig þessar æxlisfrumur hegða sér og hvernig þær meðal annars skipta sér stjórnlaust. Við erum að vinna í brjóstakrabbameini. Við ætlum að setja upp nýja leið til að rækta brjóstakrabbameinsfrumulínur. Við ætlum að rækta þær í þrívídd í svona geli. Þessi rannsókn hún snýr að karlmönnum sem eru nýgreindir með blöðruhálskirtilskrabbamein eru með ákvörðunartæki svokallað sem aðstoðar þá við að taka ákvörðun meðferðarleið. Við erum að rannsaka niðurbrotsferli í frumum sem kallast sjálfsátt og er mjög mikilvægt fyrir heilbrigða frumustarfsemi þar sem annars vegar verið okkur gegn krabbameinum en hins vegar eftir að æxli myndast þá hjálpar þetta þeim að þrífast við erfiðar aðstæður. Að kanna líffræðilegan lífsaldur hjá konum sem hafa verið greindar með brjóstakrabbamein. Afleiðingar þess að skima fyrir forstigi margæxlis á andlega heilsu og lífsgæði fólks og við erum að leggja mest áherslu á að athuga kvíðaeinkenni, þunglyndiseinkenni, áfallastreitueinkenni og líka streitu. Kortleggja og komast betur að því hvað er það sem er að gerast í þessum kæluferli, hvernig hann virkjast og þess háttar. Við höldum að þessi svörun gegni einhverju hlutverki í hvernig fólk svarar krabbameinsmeðferð og líka hvernig fólk... Hversu lengi fólk lifir með krabbamein, í rauninni. Nákvæmlega.